Jæja, góðan daginn, ágætu félagar í upplýsingu og aðrir gestir. Það mæli með því að allir gerist félagar í upplýsingu sem gerir það nú þegar. Það eru óvenjulegir tímar og þetta búið að vera mjög skrítið starfsár stjórnar upplýsingar og allra nefnda sem að starfa á vegum upplýsingar. Þess vegna erum við hér í dag og vorum ekki með þetta morgunkorn og aðalfundi sem verður hérna eftir í vor eins og hefðin býður. En við erum mjög glöð að vera hér í dag og hafa fengið þennan sal því að þáttakan er þannig þó að það líti ekki alveg þannig út núna að við vorum eiginlega bara strax á öðrum degi vorum búin að sprengja fyrirlestarsalinn á Landsbókasafninu. Þannig að maður þarf bara að haga seglum eftir vindi og erum því hér núna fyrst með þetta morgunkorn og svo byrjar aðalfundur upplýsingar klukkan 3 á eftir og þar á milli boðið upp á kaffiveitingar. En mig langar til að bjóða Jóhönnu að koma hér og segja okkur frá, miðla úr hennar viskubrunni, segja okkur frá náminu og morgunkornið hennar, morgunkornina gæslappa, hefur yfirskriftina menntun í upplýsingafræði, staða, væntingar og horfur. Jóhanna Gunnlaugsdóttir, gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl og blessið öllsumul og ég vil byrja því að þakka upplýsingu fyrir að bjóða mér að halda þetta erindi hér og það er gaman að sjá okkur hér í dag. Einhverjir hlusta nú sjálfsagt á streyminu og þannig að ef ég fæ aðeins svona að kynna sjálfa mig pínulítið en áður en ég hóf starf hjá háskólanum þá vann ég á bókasafni Garðabæjar en stóran hluta starfsæðina vann ég hjá Gámsskóla við að skipuleggja sérfræðibókasöfn, skjalasöfn, ljósmyndasöfn og önnur gagnasöfn hjá liðlega 100 fyrirtækjum og stofnunum og svona innleiða ýmsa verkþætti þessu tengdu þarna hjá þessum skipulagshildum. Nú eftir mörg ára vettvangi þá langar mér til þess að miðla reynslu minni og þekkingu og ég vona að kennslan hafi nýst nemendum mínum eitthvað til góðs. Og ég hef starfað fyrir háskólann í rúm 20 ár og þó svo ég hafi náð 70 ára aldri sinni ég enn dálítilli kennslu og sit svo í nefndum og stjórnum ýmsum innan háskólans og víðar. Það sem ég ætla svona að leggja áherslu á hér í dag ég ætla að segja frá stöðunni innan námsbrautarins eins og hún er í dag og ég hef svona verið að leita mér upplýsingar hjá skrifstofunni og víðar nýjustu tölur, hvernig þetta lítur út akkurat núna og fengið þær. Nú síðan langar mig að ræða hérna eitthvað væntingar, þá kannski mínar væntingar og eitthvað horfur og síðan myndi ég vera mjög glöð ef það kæmi með, ég fengi einhverju umræður í lokin og myndi þá langa til þess að fá spurningar og tillögur og þið gætu þá til dæmis punkta hjá okkur jafnóðum ef þið viljið. Þá getur við rætt hluti í enda. En við getum allvel við unað í námsbreytinu hvað varðar aðsókn í námið. Við fáum nemendur inn jafnt og þétt og við höfum ekki fundið fyrir sömu nemendafækkun eins og margar ýmsar aðrar greinar innan háskólans. Nú eru nemendur samtals 99 og flestir eru þá í misnáminu 46 og diplómanáminu 41. Þessi nemendur sem fara í diplómanámið halda mjög oft áfram og ljúka meistaraprófi. Þetta eru námsleiðirnar sem nemendur velja sér og eru í. Nú við erum með 2 fasta kennara við námsbrautina en við erum líka með talsvert af kennurum úr atvinnulífinu með mikla starfsreynslu
sem mjög gott. Kennarar koma frá þjóðarbókhlöðu og kenna á bókasafnskerfi gegni og öðru efni tengt því. Og við fáum einnig kennarar til þess að koma í námskeið og kenna verklega tíma í rafrænum skjalastjórnarkerfum. Mér finnst þetta mikill kostur og við erum óendanlega þakklát þessu góða og færa fólki sem leggur svona mikið til greinarinnar á mörkum. Og við gætum sennilega ekki haldið nefni námsgrein í upplýsingafræði nema við höfum þetta, eða hefðum ekki þetta ágæta fólk. Og þetta eru sem sagt námsleiðirnar sem við bjóðum upp á í dag, eða sem námsbrautin býður upp á í dag. Og það er sem sagt þetta viðbóta diplóma sem 60 einingar, misnámið 120, eða mannám 120 einingar líka og svo doktorsnám 210 einingar. Við erum með 3 kjörsvið innan námsleiðar, hverrar námsleiðar. Við erum með stjórnun og stefnumótun sem Ágústa Pálsdóttir hefur umsjón með og svo er það upplýsing og skjalastjórn og rafræn samskipti hjá skipulagshildu sem Ragnar Kemp Haraldsdóttir hefur umsjón með og upplýsingafræði og þekkingarmiðlun sem Ágústa hefur einnig umsjón með. Þannig að svona er þetta bara hjá okkur. Við erum með þessar 3 námsleiðir á meistarastigi og kjörsviðin fyrir sömu undir hverri námsleið. Þegar við skoðum þessi skyldunámskeið í þessum kjörsviðum 3, þá eru það sömu skyldunámskeiðin í öllum kjörsviðunum sem er svona svolítið sérstakt og mörgum finnst ekki hljóma mjög vel og ég fer aðeins nánar í þetta. En við erum sem sagt með þarna, þetta sem ég merki þarna með grænu. Það þarf náttúrulega bara að taka einu sinni 30 einingar í ritgerðinni og sambandi við málstofuna að þá taka nemendur bara aðra hvora námsleiðina. Aðra hvora málstofuna, annarkvort á vormisseri eða haustmisseri. Og þetta eru sem sagt námskeiðin sem eru þá skyldunámskeið. Og það er skyldan af 120 einingum, er 114 einingar í skyldu, þannig að valið í, þarna er ég að tala misnámi, sko, ekki MA-námi. Þetta er fyrir þá sem ekki hafa bókasafnsfræði fyrir þegar komið í meistaranámi. En skyldan er 114 einingur og valið auðvitað mjög lítið sem 6 einingar. Nú síðan erum við með bundið val nemendur verða að taka annarkvort megindlega aðferðafræði eða eiginlega rannsóknaraðferðir. Og við erum sem sagt bæði með námskeiðin í fjarnámi og stafnámi og það er minna COVID á. Má ég aðeins byrja þig að koma bara þægilegt og geti stækkað fyrir með þess þetta. Bara hafa full screen. Það sé þarna. Nei. Þarna er þetta að setja sjó eitthvað. Screen, er það ekki? Ég sé það ekki. Þannig að Óskar þess að hús getur... Nei, allt í leið. Þá lætur við bara svona vola smátt. En við látum okkur hafa þetta svona. En þannig að sjáum við þessi námskeið sem eru kennd í námsbrautinni í dag, skyldunámskeið. Og við erum líka með valnámskeið sem ég hefði gjarnan viljað sjá sem skyldunámskeið mörg, allavega vettvangsnámið. Þegar við vorum með BA-námið þá var vettvangsnámið skylda og en núna einhvern veginn hefur það ætlast þannig að vettvangsnámið er val sem ég tel dálítið miður. Og eins líka Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafns, það hefði mér fundist ætti að vera skyldunámskeið hjá þeim sem að velja það miskusti það að starfa á bókasafnum.
Þetta var misnámið svo kallaða, en nú erum við þetta MA-nám og þarna eru nemendurnir með BA í upplýsingafræði og hafa þá lokið þessum skyldunámskeiðum og þeir geta því tekið bara námskeið utan námsbrautarnar sem styðja meistararannsóknir og lokaritgerðina og nemendur til þess mínir nemendur hafa verið að taka þessi námskeið og þá í samráði við leiðbeinenda og fleiri námskeið. Þetta svona eitthvað sem gengur mjög oft vel með þeim rannsóknum sem nemendur á meistarastigi eru að sinna og vinna mörg þessara námskeiða, allavega hjá mér í upplýsingu og skjalastöðu. Og þetta er sjálfstætt fræðilegt rannsóknarnám sem líkur þá með veigamikilli ritgerð, ofta 60 einingar. Flestir taka 60 einingar og síðan teknar rannsóknaraðferðir og kenningar fyrir utan námsbrautir upplýsingafræði vegna þess að við erum ekki með neina sérstaka aðferðafræði innan námsbrautarina, svo þetta er tekið þá samt á félagsvísindasviði. Mér langar að nefna hérna eitt atriði vegna þess að ég er dálítið ánægð með að hafa komið að því að stofna þetta nám, heilbrigðisgagnafræði við Háskóla Íslands, en það var þannig að Róbert Haraldsson, prófessor og sviðsstjóri kennslumála, kom til mín haustið 2017 og spurði hvort við værum með einhver námskeið sem gætu nýst þessu námi. Og við höfðum nú þá námskeið til þess og það var svo stofnaður samráðshópur 2017 og námsnefnd 2018 og síðan hófst námið 2019 og umsóknir voru 100 sem er náttúrulega mjög gott. Þetta nám er 60 eininga nám og tekur fræðilegt og svo er starfsnám í 30 einingar og sem sagt þetta er svona verið að koma læknaritaranáminu svona upp á háskólastig með þessu. Og við erum þarna sem sagt með 1/4 eða upplýsingafræðin er með 1/4 af námskeiðum þarna í heilbrigðisgagnafræðinni, þessu 60 fræðilegu einingum og þau eru öll með sem skyldunámskeið og þau eru innan námsbrautar í upplýsingafræði en þau hafa verið aðlöguð námi á grunnstigi og þörfum sem tengjast störfum á heilbrigðisstofnunum og fyrirtækjum svo framvegis. Og þetta eru þessi 3 námskeið, 3 5-eininga námskeið sem er þarna í kennd. Þessar tölur fékk ég hjá skrifstofunni bara í síðustu viku og þetta er eins og þetta lítur sko út fyrir háskólaárið núna, fjöldi umsókna fyrir næsta háskóla ár eftir kjörsviðum. Og þá ef við förum í námsleiðina þarna viðbótardiplóma, þá eru í kjörsviðunum þessum 3, þá eru 3 í stjórn og stefnumótun, 13 í upplýsing og skjalastjórn og í upplýsingafræði og þekkingarmiðlun 5 sem sækja þarna. Svo er það misnámið og þá er það hægt að sækja misnám bara án þess að kjörsvið sé tilgreint og það voru 8 umsóknir þar, 1 í stjórn og stefnumótun, skjalastjórn 13 og upplýsingafræði þekkingarmiðlun 4. Og svo er það MA-námið og þá er þarna 2 í skjalastjórnina. Og umsóknar í heilbrigðisgagnafræðina voru 63 núna, þannig að þetta hefur ekkert sko dottið alveg niður sem að við vorum svolítið að hugsa að yfir því sko, þetta væri eitthvað þörf og kæmi þarna inn talsvert mikið en þetta er enn góð margir sem sækjum. Það sem að mér finnst afskaplega mikilvægt er að við höfum, nú er ég bara að segja sko frá það sem mér finnst, mikinn stuðning og samvinnu við fagaðila uppbyggingu námsins. Auðvitað stéttarfélag bókasafns og upplýsingafræðingar sko upplýsingu, félag og svo félag skjalastjórn. Og þetta hefur alltaf verið talsvert í umræðinu að fá stéttirnar meira til samvinnu
og svona, það hefur einhvern veginn ekki orðið nógu mikið finnst mér. En það var ákveðið þarna 2013 í júní að það var haldinn fundur með forseta félagsvísindasviðs og félags- og mannvísindadeildar með formönnum fagfélaga og ákveðið meðal annars að staðið yrði ásamt félögunum að málþingi framtíðaruppbyggingu námsins. Svo var þetta málþing nú haldið þannig í nóvember sama ár en því miður þá gerði svo ekkert meira, hvort sem það stóð á fagfélögunum eða námsbrautinni, en allavega fyrir en við fengum bréf frá félagi skjalastjórn sem var dagsett núna í apríl árið 2020 og þar eru setta fram svona ýmsar tillögur. Við fengum bréfi þarna kennarar og forseti félagsvísindasviðs og forseti félags mannfræða þjóðfræðideildar. Þetta er efnisleg og réttmæt gagnrýni að mínu mati sem kemur fram mjög kærkomið að fá þetta bréf og þar er boðin aðstoð og samráð endurskoðun námsins. Það er boðið fram hjá þessu bréfi. Og svo ég ætla að nefna nokkur atriði sem koma fram í bréfinu en stjórn félags sem skjalastjórn telur að þörf sé á að skilja betur á milli kjörsviða í misnáminu og finnst miður að nú sé boðið upp á sömu skyldu námskeið öllum kjörsviðunum þremur. Og að fjölga þurfi valnámskeiðum og fækka skyldu námskeiðum og stuðla meiri sérhæfingu. Þetta eru óskir félagsins eða stjórnarinnar. Og þar eru líka óskir að tölvunarfræði tengt nám í hannað með þarfir verðandi skjalastjóra og upplýsingafræðing í huga. Það sé meira svona tæknilegt sem hannað verið fyrir okkar fag. Og síðan að auka þörf á hagnýtu og verklegunámi og svo var ýmislegt fleira sem er nefnt í þessu bréfi. Í framhaldinu þá ákvað hún Ragna Kemp sem kennir upplýsingafræðina skjalastjórnina núna að koma á fót rýnihópi sérfræðinga og sá hópur er að störfum og vonandi kemur nú eitthvað gott út úr því. En þá ætla ég aðeins að fara yfir það áherslu sem að mér þætti virði að setja fram hér í náminu. Og ef ég mætti ráða og ef við hefðum meiri pening sem reynda snýst nú allt en að til dæmis á þessum tímapunkti þá höfum við ekki nógu skýra stefnu varðandi námið í heild. Mér finnst að þurfi að skoða það verulega vel og setja einhverja skýra stefnumörkun fram. Nú síðan finnst mér að þurfa að ráða fleiri fasta kennara til námsbrautarinnar og þá vaknar spurningin hverju það ættu að vera. Og við vitum það í dag að þá er ekki ráðið föst störf, lektora, dósent eða prófessorstörf til háskólans nema viðkomandi hafi doktorspróf. Og þá er spurning hvar eigum að fá slíkt fólk því að þeir ekki margir með það doktorsnám hér á landi. En auðvitað er hægt að leita til útlanda og það væri alveg þess virði að gera það að sjálfsögðu. Og það er spurning þá hvað þessi kennarar ættu að kenna, hvers konar námskeið vantar til dæmis. Og þetta getur komið inn í þessi kjörsvið og kennt námskeið sem henta hverju kjörsviði. En síðan er líka, en það er ýmislegt kannski sem vantar og maður saknar svona frá því bara áður fyrr. Það er ekki verið að kenna svona mikið safnategundir eins og áður var, skólasöfn, sérfræðisöfn og svo framvegis. Og síðan væri hægt að kenna meira kenningar og aðferðafræði og sögulega nálgun hvað varðar upplýsingafræðina.
aðferðafræði í upplýsingafræði eða upplýsing- og skjalastjórn. Þannig að það er svona margt sem hægt væri að gera, bæta við. Og mér finnst, það þarf líka að fara í hnitmiðaða markaðssetningu á náminu. En bæði við kennararnir og nemendur og svo fagstéttirnar, við þyrftum að markaðssetja námsgreinina betur og benda á hversu mikilvæg upplýsingafræðin er, bæði fyrir bókasöfn og svo fyrir upplýsinga- og skjalastjórn hjá fyrirtækjum og stofnunum. Og við þurfum það var líka gott að kanna vel hvað gert í erlendum háskólum sem kenna þessi fræði, en það má þó ekki gleyma því að leggja mesta áherslu á þessi skipti máli fyrir okkar samfélag. Og það er miður að stundum hafa sömu hluti verið kenndir í mismunandi námskeiðum. Það var líka þannig þegar ég var í náminu. Það var verið að kenna sömu hluti í mismunandi námskeiðum. Og þegar námstíminn er svona knappur og dýrmætur, þá er mikilvægt að stöðu sé vaktað að ekki sé verið að kenna sama hlutin víða. Þetta tilheyrir bara gæðastarfinu sem á sér stað nú í háskólanum. Ég er núna í gæðanefnd sem er nefnd sem er á vegum háskólaráðs og það er einmitt það sem þarf að gera og er verið að vinna að reyna að takmarka þessa skörun í námskeiðum. En það er því miður alls ekki gengið vel allstaðar að fá námsbrautirnar til þess að fara yfir öll námskeiðin hjá sér, lið fyrir lið, og til þess að vinna að endurbótum á þessu skörun. Og þetta hefur ekki verið gert í upplýsingafræðinni. Já, hvað var það beint starfsnám eins og vettvángsnám? Ég hefði viljað sjá meira af því að nemendur getur verið meira á vettvangi. Við erum með samninga við fjölmörg bókasöfn við vettvangsnám og stóru skjalasöfnin hafa verið mjög liðleg varðandi það að taka við nemendum í vettvangsnám og sama má segja fyrirtæki og stofnanir. Nemendur hafa yfirleitt verið mjög ánægðir með vettvangsnámið og fengið leiðsögn sérfræðing á þessum stöðum við að vinna eina viku í senn á hverjum stað. Námsmennina vantaði þegar ég kom til starfa 2000 en fljótlega fékk ég samninga við hin ýmsu skjalasöfn að veita nemendum aðgang að vettvangsnámi án þess að námsbrautin þyrfti að borga fyrir. En við athugum á þessum tíma þá vorum við bara einungis með D-nema og þá sem sagt var það skylda að taka vettvangsnám. Og áður fyrr þá þurfti að borga fyrir vettvangsnámið og mér skilst að það hafi verið ástæðan fyrir að það var lagt niður á sínum tíma. Það var áður en að ég sem sagt byrjaði. En ég hef líka heyrt í þeim sem hafa tekið nemendur í vettvangsnám að það sé gagnkvæmur ávinningur bæði fyrir nemendur og vettvangi. Og ef ég mætti ráða og við værum með nægjanlegt fé, þá vildi ég hafa fleiri dæma verklags- og umræðutíma og þá minna fyrirlestratíma. En þetta byggist allt á fjárhagnum. Því miður er það þannig að við Háskóla Íslands ekki einungis í okkar grein, heldur fjölmörgum öðrum, að þurft hefur að draga nokkuð úr verkefnatímum og umræðutímum og hafa þá meira fyrirlestra því að þetta er víst ódýrara kennslufyrirkomulag en það kemur auðsjáanlega niður á gæðum námsins. Já, einnig að gefa nemendum meira færi á að kynna verkefni sín. Þegar nemendur gera verkefni sem einstaklingar eða í hóp, en þá finnst mér vanta tíma í námskeiðum okkar til við getum gefið þeim kost á að kynna verkefnin vel og að fá álit og athugasemdir og umræður frá samnemendum og kennara í tímum.
Og ég myndi vilja sjá meira kennslu á tæknilegu þættina. Við erum með valnámskeið sem fólk getur tekið í tölvunarfræði. Það er gagnasagsfræði, forritun, samskipti manns og tölvu og auðvitað er hægt að nýta þetta eitthvað, en þetta er alls ekki nóg. Það þarf að koma á móts við tillögur nemenda og fagfélaga meiri kennslu sem sagt á kerfi sem að tengjast upplýsingafræðinni beint. Þetta vantar sannlega hjá okkur í kennsluna. Og það er einnig jákvætt að við bjóðum upp á fjarnám og staðbundið nám samtímis í öllum námskeiðum. Það er jákvætt þegar þessi fólk út af landi hefur viljað koma til okkur í námið og ekki geta sótt tíma og allir þau verið með nemendur í útlöndum. En, afsakið þetta eitthvað. En það þarf að styrkja þetta fjárnám til muna, ekki einungis að sé að ræða upptökur og það að setja kennsluefni á heimasíðunni í Uglunni. Kennslan þyrfti að byggjast meira á samvinnu kennara og nemenda og það að segja gagnvirku rafrænu kennsluumhverfi. En sko þetta hefur eitthvað lagast hjá okkur í einhverjum námskeiðum, það er meira að farið að kenna. Ég segi, þetta er ekki rétt hjá mér að segja einungis, heldur að mestu leyti myndi ég segja í námskeiðunum. En síðast en ekki síst finnst mér að stjórnendur Háskóla Íslands þurfa að gera sér grein fyrir mikilvægi upplýsingafræðinnar í nútíma samfélagi. Gefa náminu gaum og styðja við það þannig að það geti þróast í samvinnu við kröfur starfa og atvinnulífsins. Og opna augum fyrir því að hversu mikil þörf og markaður er fyrir þessi störf í samfélaginu. Og auðvitað þarf námið þá að vera í stöðu þróun svo að sé hægt að mæta þessum þörfum samfélagsins. En það er mikil tækifæri sem við stöndum frammi fyrir stéttin og stéttirnar, ef ég að kalla sitt hvað, en upplýsingafræðingar bara. Og það er náttúrulega mikið í umræðinu og skiptir mjög miklu máli þetta upplýsingaöryggi eða upplýsingabrestur. Það þarf að vera við þurfum að vita hvað við eigum að gera ef að eitthvað fyrir úrskeiðis. Hvernig við eigum að endurreisa upplýsingakerfi eða söfn í öðru formi, heldur en rafrænu. Og það er mikið verið skrifað verið að rannsaka núna svolítið upplýsingaöryggi og fjarvinnu eins og til dæmis á COVID-tímum núna. Það verður allar þessar upplýsingar sem við erum með að vinna með á þessum fjarfundum öllum og hvað verður þetta. Nú síðan er þetta breytt hlutverk bókasafna og við erum meira frekar núna með upplýsingamiðstöðvar og menningarmiðstöðvar og þannig eru tækifæri til að kenna meira og hvernig þetta breytta umhverfi hefur orðið til og eins með framtíðina og það er hægt að gera alls konar rannsóknir á þessum sviðum líka. Nú síðan er það mikilvægur skólasafna að auka áhuga barna og ungmenna á lestri. Þetta er mjög mikið atriði og við munum sjálfsagt flest okkar eftir hvítbókinni eins fyrirverandi menntamálaráðherra. Það sem þegar maður fer í gegnum það lið fyrir lið með orðaleið þá er hvergi talað skólasöfn. En þarna eru mikil tækifæri fyrir okkur. Og þetta með upplýsingagjöfina og upplýsingalögin, það er alltaf það er mikið sífellt atriði sem maður þarf að huga að og það núna er mikið verið að skrifa og rannsaka uppsöngjöf stjórnvalda, ekki síst í Kína, upplýsingagjöfina varðandi COVID-19. Nú síðan er það upplýsingalæsið, upplýsingaórið og falsfréttir, þetta hefur við daglega næstu því í fjölmiðlum. Nú persónuverndin og reglugerðin evrópska. Þarna eru líka rannsóknarefni og mikilvægt fyrir okkur að þekkja þetta allt því að persónuverndin á náttúrulega mjög mikið við
upplýsingar í skjölum, hvort sem eru rafræn eða ekki, hvernig við varðveitum við þekkinguna og skráum hana á skjalfestum, þannig að þetta nota hana í skipulagsheildum. Og það er líka mjög margt annað en þetta sem að tækifærin eru gríðarlega mörg. Og þá langar mig að ef þið er tilbúin að spyrja, þá er það mjög gaman að fá einhver umræður annarkvort þetta sem ég er að tala hér eða eitthvað annað. Mjög gaman að við gætum nýtt þennan vettvang til þess að ræða saman og vonandi fá einhverjar hugmyndir, nýjar hugarflug. Hvað segir þið? Ég get alltaf fundið einhverjar glærur aftur ef þið viljið, eða eitthvað sérstætt sem vilja ræða meira en annan, sko. Það kemur einn spurning. Já. Mér dettur í hug varðandi þjóðskjalasafn. Kemur það eitthvað að náminu með einhverjum styðjandi hætti? Eða einhverju leyti? Já, þeir hafa oft tekið nemendur hjá okkur í svona verkefnavinnu og meira að segja í samtíð B-ritgerðir hafa þeir komið að, sko, það er kannski leiðbeinandi hér hjá okkur og síðan er einhver sem ákveðin tengiliður inn í þjóðskjalasafni sem hefur, sko, aðstoða við að hvernig á að skrá skjöl, til dæmis einkaskjalasöfn eða ljósmyndasöfn eða eitthvað slíkt sem að fólk er að vinna sem skráningu í B-verkefnum. Og við erum nefnilega ennþá með nokkra B-nema, sko, sem er ekki búin að útskrifast en eru svona langt komnir með ritgerð. Ertu ánægð með þessa breytingu að B-námi datt út og þetta fyrir? Já. Jóhanna, getur þú endur, af því að þetta er í streymi, það heyrist kannski illa sem fólks spurningar, það heyrist ekki, ef þú endurtekur? Þórunn var að spyrja þjóðskjalasafnið, hvernig það kæmi af og ég er búin að svara því aðeins. Síðan er verið að spyrja hvort ég sé ánægð með það að við skildum leggja niður B-námið og vera með þetta eingöngu á meistarastigi. Ég veit ekki hvort ég var beint að segja þessi ánægð með það, en þetta var eiginlega krafa sem kom, sko, ofanfrá að við ættum að leggja niður námið og leita leiða til þess, B-námið. En ég held að þegar öll eru botninn kost þá sé þetta ekki síðri kostur vegna þess að fólk sem er með svona aðra menntun fyrir utan upplýsingafræðina, þeir eru svona kannski betri starfskraftar oft, hafa meiri viðsýni. En B-nemarnir áður að þeir tóku mjög oft aukagrein upp á 30 einingar eða 1/3 af sínu námi, þannig að þannig fengu þeir líka oft góða yfirsýn yfir, sko, aðra fræðigrein. En nú eru tækifæri mjög góð fyrir nemendur sem eru með BA í bókasafns- og upplýsingafræði að fara í MA-nám og það hefur komið mjög vel út að þeir hafa þá nælt sér námskeið í þessum þverfræðilega háskóla okkar hérna það sem passa við rannsóknir sína. Og það hafa komið oft mjög góðar ritgerðir, eiginlega alveg afar góðar meistararitgerðir út úr þessu. Svarar þetta svona? Já. Já, mér langar að spyrja sko varðandi kjörsviðin. Hefur ekkert komið til tals að setja upp kjörsvið sem að snýra bara starfsemi bókasafna? Sko, það var alveg sjálfsagt að athuga það. Nú, sko, ég var nú spurð hérna skipulagsbreytingar sem gæti kynna að vera hjá okkur, en ég hef ekki, sko, þetta gæti nú verið til dæmis eitt atriði sem þarf bara hreinlega að fara í gegnum. En hvort ég var svona spurð það, skipulagsbreyta hvort eitthvað nýtt væri í farvatninu. En það sem ég get bara sagt varðandi það, ég var á fundi með sviðsforseta, Stefáni Hrafni, núna fyrir í vikunni. Hann er nýtekinn við og embættinu og nú er þetta mál á hans borði, ekki eldri sviðsforseta heldur, en hann hefur, sko, hann lítið geta kynnt sér málið því hann er svo nýtekinn við.
en sagði mér samt sem áður að það væri eitt af mikilvægastu verkefnum sínum núna þessar mundir að stuðla að skipulagsbreytingu sem gæti leitt til góðs hvað námsbraut í upplýsingafræði varðar. Og vonandi verður einhvers vísari þegar fyrir að líða meira á misserið. En þetta til dæmis eitt atriði frábært að fá fagfélögin og á að auka fjölga kjörsviðum. Allavega held ég sé algjörlega nauðsynlegt að gera meiri greinarmun á kjörsviðunum. Ekki vera með sömu skyldunámskeið í öllum kjörsviðunum og þetta ætti að vera auðvelt. Þetta hægt að flýta til þannig að þetta sé hægt, myndi ég telja, sko. Það er ýmislegt hægt að gera á þess að það kosti mikið, eins og til dæmis að fara í gegnum námskeiðin þannig að það sé ekki verið að kenna sömu hluti í sömu námskeiðin. Það ætti nú að vera hægt að gera, sko. Já, heyrðu. Já, kannski ein spurning í viðbót, Ingibjörg. Mér langar aðeins að spyrja hvort að við muni leita svolítið út í felti, sko, við þessar breytingar sem við erum að gera og fá kannski einhverja línihópa starfandi bókasafnsupplýsingafræðingar, hvort þeir eru í skjalastjórn eða hvort þeir eru að vinna bókasafnum. Það hefur verið kallað svolítið eftir, ég veit í almenningsbókasafnageiranum að það hefur svona einhver sér lína fyrir þau. Já. Þannig að sko, ég held að væri svolítið mikilvægt og dýrmætt að eiga samtal sko við þá sem eru starfandi í faginu. Einmitt, það er verið að spyrja að fá svona meira, fara út á vettvanginn og fá fagaðila til að koma inn í að hjálpa til að skipuleggja námið, sko við erum ekki byrjuð að endurskipuleggja það, en það er það sem er núna á borði sem sagt sviðsforseta og það hlýtur að vera gert, ég trúi ekki öðru. Og það er nú þegar rýnihópur í gangi hvað var upplýsing á skjalastjórn og ég held að sé alveg upplagt að fá sem flesta að og það er það sem ég myndi vilja og við viljum að fá flesta að vettvangi til að hjálpa til við að móta þetta. Auðvitað verður háskólinn að setja á endanum og námsbrautir sínar, sko hún ræður á endanum en það er náttúrulega mjög gott að fá að því nú fá fólk utan að vettvangi vegna þess að nú er þörf og þetta er búið að vera allt og lengi sko, sem að það hefur ekki verið skoðað. Þannig að 2013, eins og ég sagði þarna áðan, að þar var eitthvað málþing en það kom svo aldrei neitt meir, hversuna sem það var, en nú er kannski tími akkurat til að gera eitthvað. Kærar þakkir. Ég held að við þurfum að halda áfram. Já, sömuleiðis. Þetta var bara rosalega gott að fá þig hingað til okkar. Takk fyrir bara... Það er alltaf gott að fara yfir málin og vita hvað er að gerast og tengja félög og stofnanir og kannski sýna fram á möguleika á samstarfi. En nú ætlum við að taka pásu áður en að aðalfundur upplýsingar hefst. Klukkan 3. Hér frammi eru kaffiveitingar, á borðunum er kaffi og vatn. Við látum streymi morgunkorts lokið og þökkum þeim sem fylgst með gegnum netið. Og mér er sagt að það er veitingar á hlaðborði frammi, það eru hanskar, þannig að ég býð ykkur að setja upp hanska eða nota spritið sem er þar líka og þá ætti þetta að vera eins auðvitað og hægt er og svo sjáumst við bara aftur eftir á aðalfundi. Takk aftur, Jóhanna. Takk sem leið frá mér.